Góðan daginn, Antoni heiti ég og Emil er hérna með mér og við ákveðum að taka okkur að smíða bát í lokaverkefni úr áli. Hvaðan kom hugmyndin? Hugmyndin kom út frá því að okkur eru alltaf langað að eiga bát og við erum verið að pæla í að smíða bát sem lokaverkefni í langan tíma. Okkur vantaði í rauninni að gera lokaverkefni, þannig að við ákveðum bara að kýla á það og smíða bát. Markmið verkefnisins til þess að byrja með var að gera nákvæma verðáætlun á álbát með þeim möguleika á að byrja smíðina. Við gerðum verðáætlun og út frá því ákveðum við að byrja smíðina. Þá var bara í rauninni að finna teikningar á bát sem okkur litist á sem við gerðum og eftir að hafa gert verðáætlunina þá bara, eins og ég sagði, fórum við í það að smíða bátinn. Tilgangur verkefnisins var fyrst og fremst að átta sig betur á kostnaði við hvers kyns smíði og sjá hvort það borgaði sig að smíða svona bát og ef við myndum smíða bátinn þá að fá betri þekkingu á skurðavélum, suðu og áli og skilja betur hvernig útfletningar verða að bát. Við byrjuðum á því að velja bát og völdum við þennan bát og fengum verði í teikningarnar af honum og síðan töldum við saman efni í bátinn og fengum verði í það. Svo fórum við á fund með verkstæði til að fá verði í skurðinn á útflutningunum og þegar það var komið þá fórum við að finna hversu mikið af suðuvír og gasi við þyrftum í þetta og fórum að gera verðáætlun. En vorum við eiginlega alveg hættir við smíðan á bátnum eftir við fengum tilboðið frá verkstæðinu þangað til voru myndir á að skólinn ætti plasmaskurðavél og ákváðum við þá að smíða bátinn. Þá var þó langt liðið á önnina og gafst í mikið minni tími en við hefðum viljað í smíðina fyrir þessa kynningu. Við betri skoðun á teikningum og skurðavélni kom í ljós að teikningarnar voru gerðar fyrir stærri plötur en pössu í skurðavélina henni í skólanum og þurftu þá að skera nokkur stykki í sundur og byrja að raða plötur sem passa fyrir skurðavélina henni í skólanum og byrja síðan að skera út. Þegar allir útflutningar voru útskornir og klárir og öll tiltæk verkfæri voru komin var ekkert annað en bara að byrja. Þetta byrjaði bara nokkuð vel. Fyrst var bara að búa sér til vinnuborð til að geta byrjað og þegar við komum með þetta fína vinnuborð byrjuðum við að púsla saman grindinni sem var nokkuð auðvelt en þó þurfti að pæla í hinu og þessu og vera vissur um að allt passaði rétt saman og væri beint og fínt. Þegar grindinni var komið saman tókum við miðjukjölinn aftast og þurftum að koma honum saman vegna þess að hann var skorinn í tvennt hjá okkur þar sem að við höfum ekki hvorki aðgang að nógu stórum plötum né vél til að geta skorið hann út sem eitt stykki og þegar ég tala um miðjukjölinn þá er ég að tala um hennan hérna. Þegar það var komið saman þá var komið að setja saman ytri kýlina og sjóða þá fasta við miðjukjölinn sem við gerðum og reyndist okkur á nokkuð auðvelt. Eftir það byrjuðu vandræðin hjá köllunum þegar komið var að því að taka 2 slétta útflutninga og móta þá að stefni. Það tók virkilega á og var ýmis aðferðum beitt til þess að ná því en að lokum tókst það, eins og sést þarna á myndunum. Þegar það var klárt var komið þegar að fá þverböndin til þess að leggjast ofan í bátinn. Þá tókum við enn meiri vandræði þar sem það virtist ekki að vera hægt. Sú aðgerð var auðveldust fyrst en með hverju þverbandinu var þetta erfiðara og erfiðara. Síðasta þverbandið tók okkur ekki nema 2 taljur, 3 timburdrumba, 1 drullutjakk, 2 strekkjara og okkar þyngstu vini og þá loksins hafðist þetta. En vissulega hafðist þetta ekki skaðlaust þar sem við lentum í því að það kom sprunga í efnið þegar við hituðum það sem okkur fannst virkilega skrítið. Þar sem átökin á efninu voru gífurleg þegar það var kalt en leið og við hituðum það þá sprakk það. Við lögum það með því að skera þrýðning utan sprunguna sem sést á myndinni, græja nýjan þrýðning, slípa hann til, sjóða hann fastan í og slípa það síðan suðuna frá. Því miður náðum við ekki að gera meira en þetta á sem stutta tíma sem við höfðum en það verður bara að vera þannig. Af hverju völdum við þennan bát? Það voru raunin 3 ástæður fyrir því að við völdum þennan bát. Þegar við fórum að pæla í þessu okkur langaði að hafa hann eins stóran og hægt væri á þess að það eru réttindi á hann og þessi er eitthvað 5,6 metrar sem er stærð sem við vorum bara mjög sátti við.
Við pældum líka mikið í því hve mikið vinnupláss er í bátnum og í þessum bát verður púltið aftast, þannig að það verður nóg pláss fremst í honum, en síðan langaði okkur líka í stöðugan bát. Þessi bátur kallar hönnuðurinn hybrid á milli djúpu vaffi og þríbitnu, þar sem hann er með stóran miðjukjöl og svo 2 ytri kili. Þessi bátur á að vera klett stöður og akkurat það sem við vorum að leitast eftir. Og hérna má í rauninni sjá sko allt plássið sem verður í honum og púltið er hérna aftast og þá er allt þetta pláss hérna til þess að vinna og svo má sjá hérna mótið á kilinu sko. Kemur henni svona djúpt vaff og svo kemur auka kjölur hérna upp. Já. Ávinningur okkar á þessu verkefni er að við höfum öðlast mikið meiri þekkingu á hvernig skurðavélar virka. Eftir þetta getum við líka séð teikningar af útflutningum og átta okkur betur á því hvernig þeir eiga að fara saman. Við höfum öðlast gríðarlega tækni í suðu og á sérstaklega mixuðu á áli sem við höfum aldrei gert áður. Einnig getum við líka núna hort á bát og pælt í því hvernig líklegast að hann hafi verið smíðaður. Staðan á bátnum er svo að kjölurinn og grindin er nánast fullklárað. Svo sést. Hann er svona núna og framhaldið er mjög einfalt. Við ætlum að klára bátinn og reiknum með því að hafa hann kláran í haust. Það sem eftir er náttúrulega bara að klára puntan saman og þegar það er komið þurfum við að heilsjóða hann allan, slípa og grunna og þá mála hann eftir það. Við gerum okkur engan veginn grein fyrir í hvað eiga eftir að fara margir tímar í hann til viðbótar en þeir eru mjög margir svona meðan við hvað eru nú þegar farnir margir tímar í hann og hvað er mikið eftir að smíðinni. Svona lítur hann út fullkláraður. Við viljum sérstaklega þakka Veldix fyrir góðan díl á suðugasi, Ferrosync fyrir efnið og GEA líka. Og síðan viljum við sérstaklega þakka Birni, skólafélag okkar, fyrir að standa í að beygja efni með okkur. Takk fyrir.